Ég hérna utan blokkinni hana Malmö, Skarfsbraut, Akranesi. Það ætla að kíkja í heimsókn og vita hvort hann tilbúinn að segja mér eitthvað sögur frá því í gamla daga. Vita hvort hann í stuði. Sjáandinn. Þeir sem ekki þekkja til að það verið vestan, nú verðum trúlega mest talað djúpið. Þeir sem ekki þekkja til, það ágætt að vera með kort af djúpinum til að fylgjast með. Á hérna, út um allan heim. Hæ? Ertu að koma í stað? Já, ég kom í stað. Hvað á ég að segja? Já, hvernig varstu við þetta þarna? Ég man eftir mér áður en við komum í Súðavík. Þá var ég 5 ára í Íslandi. Og ég er 6 ára þegar við komum í Súðavík. Man eftir þegar Katar systir fæddist. Ertu það 6 ára? Já, hún fæddist 26. Já. 6 ára hausti. Og náttúrulega voða gaman. Þessu barni kom nú, náttúrulega. Fylgdarskrækki. Þetta öll börnin náttúrulega. En hún var eiginlega svolítið skemmtilegur krakki. Hún var svona, byrjaðist að tala og talaði ekki alveg skýrt. Og svo man ég komin að Dvergasteini sem var nú, við varum ekki þar og í Súðavík. Já, þeim inn í Súðavík fyrst. Fyrst það var hús sem var kallað, ég man ekki hvað það var kallað, en það var kallað stendur enn. Það er ekki ekki stjórnflóðir. En förum inn að Dvergasteini og þá var nú ekkert hrjálegt húsi. Það hafði verið ekki notað og það hafði verið pappi utan á því og hann var búinn að fjúka alla eyðina. Pappinn, kolsvart pappi. Var ekkert bárið það? Nei, það var ekki stjórnst. Eða veit ekki stundur að þessum voða var pappa og mamma náttúrulega snýst yfir konan þegar ekki að hugsa sig að hafa þetta svo myndum allar eyri. Svo þetta var sett tínd við krakkarnir og var konin stelpa, Jónína hérna. Við tíndum allt og settum í heilan haug og þetta var brennt. Já, það var kanninn eða? Já, eldavél. Og það voru opn í stofinu og opn sem pappi hafði skrifstofu. En þetta hús var bæði ískalt og stórt og erfitt. Þetta kynda mikið. Svo náttúrulega bara lampar, oljulampar. Það var ekkert rafmagn? Rafmagn? Það var sko betur þess að. Nei, ég held að það væri bara... Nei, þetta var nú svona, þú þurfti að kaupa kol og olju og það keyptu svona heljarinnar oljufat sem kallað var og sett á svona stokka og svo krani á þessu. Það var samt að það lífið tunnar eitthvað? Já, eitthvað svoleiðis. Og þetta var á svona stokkum. Og svo var sótt í lítinn brúsa til að fara með inn. En svo bara man eftir að mamma sagði afskaplega verið eitthvað fljót með olíuna. Og mengdist mikið á kolinu. En svo uppgötaðist löngu seinna að bónda næsta bæ hafði bara alltaf gengið í kolinu og olíuna. Pappi stelnaði hann að kjæfta? Já, það kvisaðist lengur seinna. Eða gamall maður sem var stundum hjá pappa með Komsson og fekk að borða eitthvað. Hann sagði var ekki ódrúið á olíuna og kolinu. Þá vissu við hvað var. En svo var nú þessi maður fluttið burt. Hitti svo mömmu gamla konu á Ísafirði og hann ennþá endur var hann eiginlega að deyja. Við erum svona heimsækis upp á sjúkrahúsi. Það var nú vildan sagði hann, ég var vondur maður. Ég gerði margt ljótt. Þá sagði mamma, þú skalt alveg vera rólegur löngu og búin fyrirgefa þér. Og vissum það var alveg þessi sem að... Já, hann gæti ekki dáið að hann samvisku þetta. Svo þetta var nú svona. En 7 ár minni með við værum í Dvergasteini. Það var afskaplega eitthvað fyrir börnin að vera þeirra. Ég hef sagði nú verið erfið til þess. Benljó. Túnskækir. Gæsirnar, ekki? Svo kom gæsirnar, þær voru alveg geysilegast eftir það. Bæði áttu þessu mikið gras af eyrinu og þeir eiginlega græddu upp eyrinu.
þessi. Já. Það var svona illa farið fyrir konum, það var kallast. Svo gátum við verið á skemmtu, svo fórum við út að sjóða, leika okkur á skemmtu. Svo einhvern tímann var pabbi með okkur út að sjóða og búin að vera að synda, svo ég nú stingi ykkur á sjóða. Ég var náttúrulega skítrædd, ég var svo kjarklítið með alla frá öll. Litlaða fyrst. Og litlaða og ég náttúrulega varð að fara á eftirni. Svo, En þess vegna lærðum við að syndin í Reykjavík svo fljótt þegar við vorum svo mikið að braska út á sjó. Það var rættum. Og það sendin Reykjavík sérstaklega í sundum? Til að læra að synda. Það var eiginlega allir sem bara gátu sendi börnin sín til Reykjavík. Fyrst fórum við Anna, svo fór Lúlli. Svo þegar voru konuna við það fóru bræður mínir og Kjartan. Allir læra að synda í Reykjavík. Pappinn lærði ekki að synda þegar hann var komin 17, 18, 19 ára og fór í skólan Reykjavík til að læra að synda í og með. En hvaðan það árið með dvergastein var okkur krakkanum afskaplega innbægt. Það var kallt og það var allt í músagangur og svona ýmislegt sem annað getið hugsað sér að lifa í það. En það var svolítið byggðað, það var nokkru hús að það Jú, það voru 3 bílir svona í túnir lágur saman. Og svo var stutt inn að Svarthafri, næsta bara heima. Þá voru gömul hjón og yngri hjón. Og það var svo fátækt, allt þetta fólk, þarna í kring. Það var alltaf að koma til mömmu og hún lána. Lána þetta. Og voru þetta bændur einhverjum? Já, og hann stundaði nú svolítið sjó og Svarthafri sonurinn. Stundaði að sjó út í Arnardal. Og fullorðna hjónin þau hafði átt ósköpa börnum. Þau voru búin að missa þau öll þegar við vorum á dvergasteinum með 2 syni. Og meðan sé áttum fullt af fósturbörnum og 2 fóstursynir dóu sama ári. Þetta var sko bara alveg hryllingur. Hvað var það að höfða þetta? Þeir fóru á slysförum, þeir drukknuðu og slysförum á landi og svo datt þessi fóstursonur annar dóu á sjúkrahúsinu, ég veit ekki hvað, en hinn drukknaði. Það var alltaf að fara að báta í Súðavík, fyrir einast ári. Svo þetta var... Svo það var ekki róanum að reitt út í djúpinu? Jú, þeir fóru bland sem hann. Fóru alltaf út í og vetarverti svona. Það voru litli bátar. Og mann fannst ekki litli þá. Það var bara koppa núna sem trilur. Jú, þetta var... Svo bara hefðu við kannski verið lengur á dvergasteinum en bankinn átti húsið. Og það átti að rífa. Við búum að selja það til niðurhús og það var byggt upp á Ísafirði. Og ég man ekki betur en Grímur rakari, pappans Ólafur Sarnar Stundsson. Hann keypti þetta og byggði það í Ísafirði og þar ólst Ólafur Ragnar til Tungur. Það er kannski ekki staðið enn? Það er ennþá. Og það var einangra bendur eða ekki? Já, þetta notað sko viðinn. Þetta var, skal við segja, norskt bjálkahús. Og þyljað utan minnan á byggjum. Já, þetta var einingahús sem við komum held ég að þið var Pálstöðun. Það var Pálstöðun. Og svo voru á eyrinni svona 2 pakkur sem var nú öll að sinni í hlutu. Það voru þannig að vika sér pakkur. Og allt mjögulegt drasl svona sem var afgett fyrir krakkar líka sér. En við nutuðust náttúrulega best þessi 3 elstu, og Lúlli náttúrulega. En Boll og Gunnar var svo bygg. Nema Bolli, hann var... Nema hann veit ekki hvað þessu? Hann lítur að muna pínlítið eftir því að hann var svona... Það voru tunnur, mikið að síldatunnum í öðru pakkhúsinu og utan að gjarðirna voru sviga svona. Ekki jáður, ekki málmi eða svoleiðis. Gjarðirna. Það var einhver bambus eða... Já, eitthvað svoleiðis. Og þetta var nú náttúrulega dottið í sundur. En hann notaði þetta Bolli, hlýtur að muna, hann notaði það sem hest. Og gekk svona og apaði hesti og hann alltaf svona auðvitað. Þetta apaði til öllu staðar. Og hljópum allt með þessa gjörð. Og einhvern tímann kom Lára, systurmömmu í heimsókn og hún sagði, pabbi getur ekki verið eðlilegt að nota þetta sem hest. En bara börnin sköpuðu þessi leikfæni sjálf. Það er það í þessum Afríkumyndur sko, krakkarnir á? Það er bara skemmti sér mikið betur en núna þeir eru að kafna í leikfængum. Ég veit ekki hvað að nota þessu. En það er nóg eðlur.
Hún hélt að það var óðurlega. Lára var hann. Svo var pappa að fá hann á húsnæði og þess vegna keypti ríkið jörðina þess að kallið myndi selja. Hann var að drepast undir húsinu og var svo stór. Hann var að hætta búskap og selja. Ég man ekki betur en jörðina kostaði 25.000 krónur. Það var voðalega fínt. Hvað árum hann? 73. Og hlutum voru 73. Og það held ég að nú verið sko orðlegt átaka í mann aðalega fyrir mömmu. Og þá var það, þú veist, þá var það búskapur. Pappi keypti hann kindur og það var kýr og heilmikið heyskapur sko. Það fór svo mikið tími í heyskap. En fyrst árið var... Enga græjur sko, ekki? Nei, allt með handafli. En fyrst árið var Vernharður bóndinn líka. Við höfum bara gefið með hálft hún. Og það var nú svona styrkanlega, það er ekki viðbrigði. En svo næsta ára eftir, þá var það bara öll jörðin og þá var það óskapar rigning. Man alveg eftir þessu voðalega rigning, hei var svart og þetta var hrikar. Og hver sló? Það var Lúlli og strákur Jakobans honum, Skúli Hermannsson. Ég man ekki þetta neina fyrir minni, nema kannski því góð. Hvað var þau bara ólíkar eða? Það var fermingar á mig. Ég fermdist árið eftir einn konu og alla 15 ára. Og Lúlli líka, var hún líkur, hann var líka 15 ára. Eða 16, hann var árið. Þetta var bara krakkar. Ég man ekki þetta neinum sem var að slá. Kannski hefur pappi fundið einhver viku í mannaði. Nú eftir þetta man ég ekkert en þennan voðalegur eiginlega líf. Feiknaðum hús. Það náttúrulega ekki oft og á kvenfólkinu það þurfti mikið af kolum, flytja þá frá Ísafirði, taka það upp á bátnum, keyra á kerru heim og kynda svo, það var nú bara miðstöð. Kynda það á miðstöð endarinnu. Þetta er erfið. Hvenær kom ekki í vinnu með þessu? Svo kemur, ég man ekki hvað það var árið þar og eftir eða þetta haust, eins og minni að væri þetta haust, kemur Bjarni Aron, gamall burtjáfandi, og hann eiginlega kynntist pappa gegnum það að hann var alltaf að koma í símann og spyrja bát sem sonur hans hafði verið á, sem fór frá Ísafirði til Akureyrar, og hann fór svo. Og spurðist ekkert hann var alltaf að þegar pappa hringja og spyrja og þetta fyrst og svona. Kallandi maður til að miður sín og... Hvað margar daga vikur væri það? Ég man ekki tíman en upp úr þessu, hann var nú svona lausu, upp úr þessu kemur hann. Ég man ekki hvað hann var mörg á. Ég veit saman að við erum 6-7 ára. Árið sem hann hætti nú, ég held að hann var alveg hætt vegna þess að þegar við giftum okkur með pabba. Og þá eiginlega var nú ekki búið það að það væri 2 vinnumenn. Pabbinn var náttúrulega vinnumaður og hafði kaup. Og þessi gamli maður hafði náttúrulega kaup. En náttúrulega þetta var á kreppu árum. Afskaplega lítið. Það fyrstu afurðum og... Það var stríðið ekki byrjað? Nei, 39 það ekki byrjað, en það byrjað 40 og það eiginlega lagaðist ekki fyrir nætt að stríðið var búin að vera nokkuð á. Og hækkaði? Þá hækkaði það, alveg minni. En þá líka hækkaði allt annað, kolum og... Jú. En það fór fyrst að fá pening í hendurna eftir stríðið. Og þá man ég ekki hvaða ára það var sem mjúkkarnir komu. Ég er ekki alveg klárað fyrir það. Það var byggt fjósið, 39, sumarið 39 byggt fjósið og hesthúsið þar með ofan. Og þá hausti þá koma munkabúrin og munkarnir þar. Ég held að pappa alltaf hugsaði munkarna fyrst. En svo kom pappiðinn ekki fyrir 1940. Það kom áramótin 40. Þá tekur hann náttúrulega við að með boll alltaf, með munkarna. Var það sem að bollið hækkaði puttan? Jú.
bræðurnar og þetta. Þetta var nú strax. En þetta var afskaplega, sko eiginlega vanhugsað að fara að setja minkabú inn í sveit. Þurfti alltaf að vera nýmeti fyrir þá. Og það var nú sko ekki alltaf hlaupið í nýmeti. Það sótti Haukur frænda sem senda það með bátnum. Ég veit ekki hvað slasaður, sko, það var bara ekki við hugsað til enda. Það var voðalega bjartsýni. En eitt skipti man ég eftir það var einmitt vorið 40. Pabbi var búinn að ráða sig hjá pappa sínum á trillum að þetta vor og ef hann fengi kaup þá kæmi hann annars kæmi hann ekki á trilluna. Og kallinn lofaði að hann skyldi fá 1 ára hlut. Svo hann náttúrulega fer út í Ögnes en ég og mamma, ég man að við vorum að grafa fisk upp úr skafli og skeri sundurinn í þvottahúsi fyrir minkana. Ég man bara ekki hvað bolli var. Þetta var nú bara svona kaffi. 40. Hann bara 11 ára. Og þvílíkt, ég gekk með Dísu og við stóðum þarna í hörku út í skafli á hlaðinu að grafa upp fisk. Og það sem verra var svo kaffetti minkabúinn fór í alveg í kaf. Það þurfti hann að grafa þar. Svo hvernig ekki það? Þau voru minkabúinn, búrið var upp á bergi sem þetta var. Búrinn inni og svo mikið rann girðing í kring. Sem aldrei hafði verið snjór á berginu, en þegar það búið að setja þetta allt upp, þá náttúrulega skefur snjórinn að og allt fer í kaf. Fyrirstaðan fyrir snjórinn. Og við bara stöndum þarna í bæði mokstri og að gefa dýrunum eitthvað og svona. Ég man bara svo vel eftir þessu. Og þetta var nú ekki til að bæta ástandi, ég bara vorst að hata þessi dýr, sveim þetta. En það bjargaði okkur nú þarna, ég man nú ekki hvað pabbi var, ég man bara ekki hvað var lasin eða hvernig það var, ég man bara hilsa hans pabba var ekki neitt. En af því það var svo vont veður, þá var ekki hægt að róa út í Ögnes og svo pabbi, þó var engin síminn, hann kom hann bara, fann það á sig að hittum hann til að fara heim og labbaði inn alla Skarðsströnd og hann fluttur yfir á Skarði, og Skarði hlutan inn. Og ég nokkuð því að við heginn þá að hann kom, hann tók nú við öllu saman. Og mók upp stjóðum og gefa dýrunum. Og var svo heima hann til að laga eftir þessu. En hvað er afi gamall hann? Hann er Bara rétt þessi? 44. Og það var hann svona stíflaður? Það skeiði nú ekki akkurat 1, 2, 3, þetta er náttúrulega smá stíflast. Já. En ég man ekki hvað ára var sem hann held nú að verið seinna sem hann kom frá Ísafirði með Djúpánum og var voðalega kalt. Og þá náttúrulega farið fram á stjækt og hann sótti á ljóðum og kemur í land. Og þá hann svolítið alveg kvalinn. Mamma farið niður á sjó líka. Og hann bara getur eiginlega ekki með nokkru móti labba en hann nú eiginlega stuttur heim en hann svo geysilega kvalinn og heldur að sér komið núna. Og náttúrulega í rúmið, ég man ekki hvort það var nokkuð að tala við læknirana, þetta leið nú frá. Ég held bara ekkert að við hugsaði þetta, bara leið frá. Svo bara nokkuð seinna, ég man bara ekki hvað það var, sko. Þá áttu nú að halda upp á afmæli hans, það var eitthvað, eða þetta var giftingaramælið eða þetta var eitthvað, eða þetta var einhverju pappa. Það var að veitri ekki. Eða misvastu að veðri hún. Og þá var búið að bjóða gestum og það komst nú með illan leik úr Ögri eitthvað. Og þá var hann verið að setja upp bátinn, pabbi sótti á trillunni yfir, já. Og svo verið að setja upp bátinn og komið bak og þá kemur svifti vindur og báturinn skellur á mjöðan hann brotnaði. Og þá var nú það. Þá var hann bara borinn heim eða keyrður heim og veislugestirnir með honum og það var verið að reyna að gera sig eitthvað til gamans kvöldin. Drekka eða borðið eitthvað og hann var bara, borðin voru svona í U og settu dívan á milli til að hann gæti verið þar og hann bara sá hvalinn var. Var ekki gert því þóbrotið? Nei, það var bara að tala við læknir og þaut og bólk og hann sagði, fyrst bara að fara til að koma til læknis og það var hann tækt daginn eftir. Þá kom bátur og svolítið.
Það var ekki barslaust. Þá alltaf læknirinn á Ísafirði að setja hann í einhverja grind. Eða, nei, hann ætlar að setja hann á sjúkrahús á Nettó. En hann fyrst, og mamma var bara með hann fyrst í Odda og Helga og Orru. Þá fær maðurinn annan hjartaáfall. Þolir náttúrulega ekki allt þetta álag. Það svona ókostlegt, sérstaklega settur á sjúkrahús. Og læknirinn sagði sem betur fyrir var ég ekki fann að gera neina aðgerð á hinu, ég trúði bara farið. En þarna lá hann bara, þetta heims og helja, til lengi. Svona hafði þessu upp úr þessu. En upp úr þessu gata hann ekki gengið eins og gróf þetta var. Það stiði sig við hann. Það greiði fótur og svona? Jú, það sakaði hann var aldrei fast. Nei, en það var bara hjarta. Það var bara skemmsun á vöðir, Og svo var nú engin meðöld hán en hann fékk sprengitökur. Og var oft svona við rúmið og með seyðingur svona sprengitökur. En svo bara gekk þetta ekki lengur og svo bara man ekki hvort það var 47 eða 46 haustið. Það var náttúrulega sá hann hann gat bara ekki verið í sveitinni. En svo fóruðu til Ísafjarðar. Það var svona að koma fram eftir áramót 47 og þá var hann boðið starf á Ísafirði. Og til þess að hann losnaði við allt rask og vesinn, þá býður hann okkur að við kaupum alla áhöfnina og þau gangi bara út af húsinu og við kaupum þetta aðeins. Og ég veit ekki hvort að fjárfjöldum á Ísafirði eða hvort að Gunnar pappinn reiknaði hvað þetta bjóða í þetta eða þá stefnum það og það var ekki merkild innbúð varandi svo þvottarpönnur og það. En ég man ekki hvað heftum þetta fyrir. Bara alveg konar stenglina. Mér finnst einhvern veginn annað 30.000 eða 30.000. Ég hætti það alveg vitleyst. Var það ekki húsið á Skaganum 70.000? 49? En svo bara búum við þarna í 1,5 ár. Við búum til svolítið frá áramótum og næsta áramótum komið 1 ár. En förum ekki fyrir, við erum 1,5 ár á Hvítanesinu þetta dag. Og þá var náttúrulega vissum að upp á hár, maður gat þetta ekki því það var ekki nokkuð leið að setja niður bátinn. Við réðum ekki við það, börnin gátu ekki hjálpa á það, það var svo lítið, 7 ára, 5 ára og 20 ára eitthvað svo lítið. Og þá var það að spegla ykkur hvað ætti að snúa sig á og þess vegna fengum við tímabundið leikinn og varðið. Og pappinn fór sín. Í hausti fór hann hérna suður og vesti, það var haustið 48. Og það var svo mæ, í vestu. Ég var ein með krakkan á barði. Aldrei liðið þetta stásamlu á ævinni svo á barði. Ekkert að gera, ekki búskapur? Ekki búskapur, ekki neitt, bara börnin og var að kenna þeim með veturum, skrifa og reikna og allt þetta, það var bara gaman. Ég var náttúrulega gallföst og ég gekk með því það. Og svo haustið, september 49 kom hún til það. En þá náttúrulega vorum bæði búin að söfnuðum peningum við vorum með hjá pappa og mömmu. Hann hafði kaupað pappinn og ég vann fyrir börnunum og sjálfur mér og annað. Ég fyrst ég borga neitt en þau borguðum ekki kaup, það var allt í lagi. Og það var nú aldrei farið á bæ og þessu peningum við pappinn fékk í. Ekkert sög á sveinaði? Það var sko ekkert verið að eyða neinum fórum aldrei neitt. Og svo fengu náttúrulega slátra stjafnum og setja beljurnar og setja þetta upp og ég veit ekki hvað líka þessu. Þá fengum við okkur pening. Við áttum þetta í 70.000 upp á eina föður, upp í húsið. Það kostaði það ekki 70.000? Við skuldum pínlítið í því. Svo þá má segja að þetta þráttur allt erfið og allt þetta baslið, þá var náttúrulega þetta kom undir mann fótunum. Þegar maður eignaðist húsnæði. Ég þá klara?
En nú er ég búin að segja frá Hvítanesi og pabba minn. Það nú. Nei. Já, ég segi það bara alveg eins og að sjálfsagt hefur pabbi alltaf tíð verið eitthvað linur maður, kannski aldrei hraustur. Og mikið part af þessu síðustu ára á Hvítanesi var bara mjög mikið sjúkdómar. En segir það alveg hreint út og það veit alla líka. Þetta hvíldi afskaplega mikið á mömmu. Ef hún hefði verið einhver væl eða vella, þá hefði þetta ekki gengið. Og eins á okkur börnum. Það var náttúrulega treyst bara á börnin. Börnin og það er ekkert endilega við. Alltaf á hótindinu alltaf. Já, en það er sko, maður hefur þá nýmörgum, þeir sem alveg upp í sveit og okkar aldri. Það strax eru börnin byrjað að vinna og gátu náttúrulega, það var nú ég og með leikur kannski líka. Síðast í dag var ég að hlusta á eitthvað þátt maður sem Sæmundur Dúarsson á Fljótunum. Hann var að segja frá sín æsku, alveg sama. Það var myndið svona að vinna með foreldrum og allt það var mögulegt að gera. En ég viðurkenni það að Bolli og Gunnar voru alveg lygilega segir. Bolli var svo gaman að kynna honum og reyndar Gunnar líka. Og að vera með smala, þekkja þær á vorin þegar lömbi voru að fæðast og vera katt úr þess að þetta var allt. Mér fannst alltaf vera brókur rigning á vorin. Sprauta lömbin. Það var svo mikið sótt í lömb og ég veit ekki hvað þetta. Þetta sprautaði alveg lífægt. Ég veit að hann hefði orðið alveg fyrirmynda bóndi að það var ekki nokkuð framtíð þegar ég var að búa í Djúp og Ríkisjóði. Landið ekki, nei. Nei, þetta var hörmungar. Það var sjálfur hérna á þessu. Þó þetta sem þótti nú besta bíl í firðinum, en enda sérðu það að það hangir inn í byggðu, það er náttúrulega fólk náttúrulega sérst það sem þar. En hvað kaupaði Kristján og Jófnum að Hvítanesi strax? Kaupa? Já, flytta þangað. Nei, þegar við förum frá Hvítanesi þá voru feðgarnir á Eyri. Guðmundur og Matthías sem fara af því að Matthías bjó með Þórhildi, sem var svo litla veginn. Og hún þráði svo að koma á Hvítanesi. Við varum oft að segja venn, þú veist ekki hvað það byrjaði þetta. Hún var búin að vera hjá okkur stundum og vetrarfar. En þetta var svo erfitt hús. Hvort það erfitt hús, þrífaðis hús og það var mjög erfitt hús. En svo bara ekkert annað þegar þau alltaf fara að flytja vorið þá fær hún eitthvað svo sem bara deyrir til 3. Það veit ekki hvað það var henni andið til það. Svo þeir flytja nú saman. Og eftir þeim, þeir eru búin að vera nokkur á fengur ráðskonu. Þegar þeir eru búin að vera nokkur þá kemur Kristján frá Hjöllu og býr nokkur á hana. Og þegar hann hættir, þá tekur Kristján á Litlabæ og Kristján frá Hjöllu. Þá var Kristján svona komið kærustu eða komið. Og síðan hefur hann verið sem hann bara ekkert. Hvað var það 1950 eitthvað? Það er komað? Það er það. Alltaf ekki verið svona 50 Já, það er mikið setna. Já, sko þeir eru búin að vera þarna 2 á undan honum. Bæði Matthías og Guðmundur. Og svo Kristján Rendans frá Hjöllu. En það er nú svona, maður undrast alltaf að heyra að þeir séu ennþá. En ég veit að hann getur henni ekki farið. Og bændur hafa ekki að fara á sínu jörðum, þá hafa þau borgað kvóta og borgað féð. En hann er á ríkissjóði og þá fær hann ekki svoleiðis. Já, hann ekki kvóta. Nú ekki kvóta. Og bændur gátu selt féð, en að því þau hægt að búa, þá borgað. Nú er eitthvað svolítið. Ég veit að hann ætti ekki eins og einhverju hús, garmi. Nei. En það er þessi Þórhildur sem að ég skilur þetta. Já. Þegar ég geng með þig veturinn, þá drengir með hann. Það er þá löngu dáið?
Já, hún deyr þarna árið fyrir förum, 47, 47. Deyr þarna vorið. Það var bara, trúði ég enginn að manneskjan væri bara alltaf dáin. Hún hafði verið fyrir löngdregin og hún laðist upp í rúm. Og þeir sögðu þarna eyrnafræðingar og hún hefði setið upp í rúminu og bara datt alltaf og dó. Hjartaði þetta, ég veit það. En svo dreymdi mig hann og þess vegna, mér fannst hún kona með dreng eða barn í fanginu og sagði ég hefum ekki verið saman. Ég hefum ekki verið berður um manns, þetta dreymir ekki með vitlaus. En þetta var nú svo skýrt. Og maður voru að bera hérna. En þú veist ómynd? Nafn tveitt eitthvað annars. Já, þú veist ómynd. Nei, ég var að lýsa þessu við Þórhildi, sko. Þessu, hvað ég veit ekki. Það þarf ekki að tengja penni. Nei, ég veit eftir það hverju mammina hafst það bara ágætt í snart. En svo hélt Pálminn pappina að þetta væri eitthvað utan í sitna. Því hann heitir Sól, en Dísa ekki upp. Allt í lögðu þessar. Já. Það ykkur svona lán fyrst fyrir, svo lendi nú oft í allslags ákeyrslum og vitleysum bílnum að skyldir aldrei fá skráma, það var hreint í lán. Já, maður slapp ótrúlega vel enda. Maður var svo bílhræddur núna, maður keyrir bara lægið á hann. Já, það var samt í allir bíl, mér finnst hann keyra mjög væri. Það var mjög bra. Hvað er þetta hann að bókina? Jó, já, ég veit ekki. Það getur ekki máli. En ég það er svona. En þú fer aldrei í Reykjanes? Nei, það var nú að mér fannst svona einhver fyrra íbúða. Ég hafði voðalega mikla löngu til að fara annað á húsmæðraskóla eða kannski í Reykjanesi bara eiginlega meira til gamans. Það hafði ekki verið mikið trafík á ungu fólki þarna til að heimsækja að hafa samskipti? Nei. Sko, en þetta er vitlaus hugsunarháttur. Því að, sko, heimstæði heimann í barn og ég finn það bara, fann það eftir ég var eldist, þá fann ég kannski fyrir minningu. Það þroskast ekki nóg, maður fer ekki með til fólks. Það er alltaf heima, varðveittur einhvern veginn að passa þér heima. Heimóttalega? Já, auðvitað, alveg drepast í feimni. En svo, þegar maður nefndi nú húsmæðraskóla, auðvitað var hann alltaf, sko, allt ekki peninga. Þegar ég á þessum árum, þá var kreppuárin og einhver peninga. En þá sagði nú, mamma ykkar er svo myndaleg húsmóðir, þið lærið bara henni. Ég veit að það var allt í vegi. Maður lærið henni og hefur svo skreflast í því tegnu lífi. En það var gildilega bara bókin eða matarsöður, það bara fara á milli fólk. Mannast var nú kallað einu sinni. En svo er ég nú að byrja það saman við konur sem er nú svona líkur ekki og ég. Kannski pínulítið yngri. Til dæmis nágranna kona mín sem ólst upp á Melum í Fljótsdal, svo afslæg. Hann átti dætur og hann sendi það 2 á Hallormsstaðaskóla og þær verða í 2 vetur og þetta er bara bók.